Ríkisstjórnin vill draga úr vægi verðtryggingar fyrir árslok. Forsætisráðherra telur ekki skynsamlegt að koma til móts við heimilin með því að lækka virðisaukaskatta á matvöru. Milljónir komu saman í Bandaríkjunum í gær og mótmæltu stjórnvöldum. Einn þeirra segir molna undan lýðræði í landinu. Páskaeggin eru ódýrust í prís og dýrust í krambúðinni. Verðið ræði þó ekki valinu hjá þeim sem Fréttastofa ræddi við páskaeggjakaup. Ódýrast það? Nei, alls ekki. Ég fæði bara sem ég vil, sko. Sigursveit músíktilrauna, Falin Gjóður, var stofnuð nokkrum vikum fyrir keppnina. Hljómsveitarmeðlimir voru steinhissa yfir úrslitunum. Ég hugsa bara, nei, nú er það eitthvað ruglast. Komiði sæl. Stjórnvöld í Íran hóta Bandaríkjamönnum öllu illu ætli þeir að hefja landhernað. Talsmaður hersins segir að bandarískir hermenn verði bráð fyrir hákarlana í Persaflóa. Forseti þings Írans sakaði í dag stjórnvöld í Bandaríkjunum fyrirætlanir landhernað og sagði honum verða mætt með sprengjuregni. The Washington Post greindi frá því í gær að herinn væri að skipuleggja nokkurra vikna landhernað í Íran en að Bandaríkjaforseti hefði enn ekki samþykkt slíkt. Talsmaður Íranshers segir að slíkri innrás yrði mætt af hörku. رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Utanríkisráðherrar Pakistans, Sádi-Arabíu, Egyptalands og Tyrklands ræddu í dag saman í Islamabad leiðir til að minnka spennu í stríðinu. Stjórnvöld í Pakistan reyna að miðla málum. Pakistanskur sérfræðingur segir árangurinn velta á friðarvilja ríkjanna sem eigi í stríði. Unless they are not willing, there's not a political will. And the military establishment of these countries are not willing. Not only the political stakeholders, but the military establishment of these countries are not willing to establish the peace. Hútar í Jemen, bandamenn Írana hafa 2 daga í röð gert árásir á Ísrael og hóta frekari árásum. Íranar hafa lokað Hormúsundi fyrir skipum frá ríkjum sem þeir skilgreina óvinveitt. Óttast að ef stríðið stigmagnast geri Hútar árásir á skip á Rauðahafi sem einnig mikilvæg siglingaleið. Forsætisráðherra segir verðbólgu og óvissu vegna hækkunar olíuverðs áhyggjuefni. Stjórnvöld hyggjast draga úr vægi verðtryggingar fyrir árslok. Verðbólga mælist 5,4% og hefur aukist 1,7% stig frá því í janúar. Hækkun olíuverðs í skugga stríðsátaka hefur þar talsvert að segja og forsætisráðherra segir óvissu framundan. Það liggur ekkert almennilega fyrir hvenær við munum sjá svona frekari opnanir á Hormússundinu en við verðum auðvitað bara að tryggja það að við höfum þá stjórn á því sem við getum haft stjórn á og þess vegna lögðum við alla áherslu á að skila afkomu réttum megin við núllið í nýjustu fjármálaáætlun. Fjármálaráðherra sagði í vikunni að ekki kæmi til greina að lækka virðisaukaskatt á matvöru. Forsætisráðherra segir varhugavert að fara í svo yfirgripsmiklar aðgerðir. Virðisaukaskatturinn er auðvitað stærsti staki skattstofn ríkisins og leið og ferð að gefa eftir þessar skatthyggjur þá auðvitað rýrur afkomu ríkisins sem hefur þá þenslukveitandi áhrif á umhverfið og þetta er líka ekki mjög sértækar aðgerðir, það eru allir sem fá þá svona þessa auka greiðslu svo maður segja eða afslátt þannig að ég hef ekki verið hlynnt í að fara í slíkar aðgerðir. Ríkisstjórnin hefur verið gagnrýnd fyrir auknar álögur á heimilin í því efnahagsástandi sem nú er. Til að mynda kílómetragjaldið. Kristrún segir að þetta hafi verið í áætlunum fyrri ríkisstjórna og legið lengi fyrir. Og var alltaf grunnurinn að við gætum staðið undir innviðunum og vegakerfin okkar og við þurftum að breytum takt vegna þess að olíugjaldið var ekki lengur að skila því sem það gerði áður. Tímasetningin hefði mögulega getað verið önnur en það breytir því ekki að það hefði líka rýrt afkomu ríkissjóðs og þar með verið þenslukveitjandi annars staðar.
Unnið séð breytingum sem eigi að draga úr hve mikil áhrif verðtrygging hafi á vaxtabyrði heimilanna. Og ég myndi segja að það væri kannski stærsta einstaka aðgerðin sem við viljum gjarnan sjá komast í gagni fyrir næstu áramót. Að minnka smám saman vægi verðtryggingar í hagkerfinu vegna þess að hún brenglar að einhverju leyti verðlagið vegna þess að stýrivextir þeir þurfa að vera hærri fyrir vikið vegna þess að fólk svolítið að flýja vextina og gera það að verkum að vera fastar í hærri vöxtum en ella. Talið að 8 milljónir hafi mætt á mótmæli gegn Bandaríkjaforseta í gær. Mótmælt var á yfir 3000 stöðum í öllum ríkjum landsins. I'm here because I'm worried about my children and my grandchildren. I'm worried about what we are leaving them. Slagorð mótmælana var No Kings eða engir konungar. Mótmælendur gagnrýndu Trump og ríkisstjórn hans meðal annars fyrir herta stefnu gegn innflytjendum, hækkandi framfærslukostnað og árásir á Íran. Þetta var í 3. sinn sem boðað var til slíkra mótmæla síðan Trump tók við forsetaembætti í janúar í fyrra. And I mean, he lied to the people who actually voted for him. We did not vote for him, but he lied to those people. And he said he'd bring down prices. And then all we've done is just shell out more money, and it becomes difficult for people to make their living. I think it's just that Trump does not understand that he's supposed to be a president and not a king and not a dictator. And we watched our democracy crumble over the past year in ways that, I mean, obviously I've lived a while, and I did not believe that I'd ever witness anything like this in this country. This was something that happened elsewhere. Mótmælendur komu saman í smábæjum og stórborgum. Í Minnesota og víðar myndist fólk þeirra tveggja sem æsliðar drápu í Minneapolis í ársbyrjun. Renee Good, mother of 3, brutally murdered. Alex Preddy, VA nurse, executed by ICE. Shot in the back and left to die in the street without even the decency of our lawless government investigating their deaths. Nú vika til páska. Margir eru því farnir að huga að páskaeggjakaupum. 30% af munur á verði á dýrustu og ódýrustu páskaeggjum í verslunum. Svona páskaegg lítur kannski eins út í öllum verslunum en verðið ekki alltaf það sama. En ætli fólk láti verðið hafa áhrif á sig þegar kemur að því að ákveða hvernig páskaegg skuli kaupa? Ég kaup kannski ekki beint ódýrustu eggin. Ég reynir svolítið að tjekka hvað í eggjunum. Það reynir svolítið að því mér finnst orðið þannig að það er miklu minna í heldur en það var. Þannig þetta er ekki mikið, maður ekki græðið mikið á egginu. Þannig að skoðar þyngd og svoleiðis? Já, ég hristi svolítið líka, tjekka. Látið verðið hafa einhver áhrif á okkur þegar kemur að því að velja páskaegg? Nei, við erum bara 2. Og þið veljið bara það sem ykkur þykir gott? Já. Og eru þið ekkert að smakka á þessu fyrir páska? Jú, alveg örugglega. Þannig að þið kannski eftir að koma aftur og kaupa meira? Nei, ég held nú alla. Gæti verið. Er brjálega að gera við að fylla á páskaeggin? Það má segja það. Hlaupum alveg stanslaust þessa dagana. Það er nóg að gera. Seljast þau hratt? Já, mjög hratt núna og við höfum bara aukast með hverjum deginum hérna frá. Reynið að kaupa ódýrustu eggin? Já, svona þar sem okkur líst vel á. Það fer náttúrulega líka eftir hvaða súkkulaði okkur finnst gott. En ég skal viðurkenna það að ef það er lakkrís í því, þá svona keypi ég honum til hliðar. Hvaða páskaegg á nú að velja sér í ár? Ég myndi óskast kannski að fá mér minnst rís alltaf best, sko. Fá mér kannski eitt þannig. Og þú ert ekkert að reyna að velja ódýrasta eggið? Ódýrasta? Nei, alls ekki. Ég fæ bara sem ég vil, sko. Prís var að jafnaði með lægsta verðið á páskaeggjum samkvæmt verðlagskönnun ASÍ sem birt var í vikunni. Næst ódýrust voru eggin í Bónus og Fjarðarkaupum og þá Krónunni. Páskaeggin voru dýrust í Krambúðinni og í Extra. Munurinn 30%. Ódýrustu páskaeggin eru hér í prís? Já, vissulega. Er það markmiðið? Já, það markmiðið eins og með allt annað sem við seljum henni prís. Hvernig fara það því? Við leggjum upp með góðum samningu við Birgja, fyrst og fremst, og svo fylgjumst við þetta mjög vel með markanum. Hætt við að valkvíði geti hamlað einhverjum við val á páskaeggjum í ár.
Alls voru 53 páskaegg í sölu í vefverslun Krónunnar og í verslunum Hagkaupa og 41 tegund í prís. Og hver eru nú vinsælustu páskaeggin hjá okkur? Vinsælustu páskaeggin eru alltaf þessi hreinu páskaegg. En þar stutt á eftir koma sér páskaeggin, rís, hraun og nógakroppseggin. Þannig að eggin sem eru með svona lakkrís og alls konar í, þau eru sem sagt ekki búin að ná þessum klassísku eggjum? Nei, ekki ennþá. Hreinu eru vinsælli frá öllum framleiðendum. Og málsættirnir eru alltaf við lýði, eða ekki? Jú, vissulega. Þeir detta ekkert út? Nei, þetta er stór þáttur í páskahefðunum. Hljómsveitin Falinn Gjóður er sigurvegari músíktilrauna 2026. Bandið sem er skipað 3 10. bekkingum var stofnað rétt áður en skráningafresturinn rann út. Látum skógaberinn taka kvöld, með skógaberja konunni kvöld, skógaberja drengur. Hljómsveitin samanstendur af Aroni Elí söngvara og bassarleikara, Baldri hljómborðsleikara og Þorra Hrafnsinni á rafmagnsgítar. Hljómsveitin var stofnuð rétt áður en fresturinn til að skrá sig í músíktilraunir rann út. Það var ansi þungt mikið að gera. Við vorum í rauninu bara að æfa oftast á hverjum degi allavega nokkra klukktíma. Og jú, bara náttúrulega mikið stress, mikil spenna og bara svolítið bara svona allar tilfinningarnar. Ógeðslega gaman líka bara að æfa hérna og fíblast og bara spjalla bara hvað sem er klukkutíma saman í þessu litla rými. Þeir fá innblástur víða og blanda saman sterkum laglínum og skondnum textum. Svona psychedelic prog rock með miklu innblástur líka bara með frá funk og svona. Þeir flugu í gegnum undanúrslitin. Og þá vorum við svona nokkurn veginn búinir að sanna okkur, finnst mér. Þannig að það var miklu meiri í gær bara svona að hafa gaman og njóta þess að bara taka þátt. Og hafandi stofnað hljómsveitina fyrir stuttu stendu þeir hvorki á né áttu von á því að vinna. Og þegar fyrst 3. og 2. sæti, þegar það var tilkynnt, þá voru við bara, þá heldum við þetta væri bara búið og við vorum byrjað að plana að taka aftur þátt á næsta ári. Sigurvegarar músíktilraunar árið 2026 er Falinn Gjóður. En síðan svona allt í einu erum við í 1. sæti og ég held bara svona, ég hugsaði bara nei, nú er það eitthvað röglast. Það var mjög óvænt, en samt bara gott held ég. Og það er keppt í fleiru helgina. Keppnin Kokkur ársins var haldin í 30. sinn í dag. 5 öttu kappi titilinn eftirsótta. Það er verið að dæma eldhúsið, hvernig þú vinnur í eldhúsinu, vinnubrögð, hreinlæti og það gildir 40%. Svo kemur bragðið sem gildir 50% og útliti 10%. Forkeppni fór fram á föstudag og í dag fengu keppendur það verkefni að töfra fram 3 rétti eftir matseðli sem þeir byggu til sjálfir á 5 klukkustundum. Og það er stór hópur sem sér að velja þá sem standa upp úr. Með 9 smakkdómara sem smakka hér á eftir og þannig hver og einn keppandi er að elda 12 diska. Keppnin er mikilvægur vettvangur fyrir íslenska matreiðslumenn til að sýna hæfni sína. Það hefur reynst sigurvegarinn mikil lyftistöng að bera titilinn Kokkur ársins. Sá sem vann kokk ársins í fyrra, hann Gabriel Kristinn Bjarnason, hann vann kokk ársins 2025 og var að keppa á Norðurlandamóti núna, lendi þar í öðru sæti. En Jafet Bergmann Viðarsson, hann var ungkokkurinn okkar sem keppti þarna út og hann vann ungkokkkeppnina, þannig að við eigum besta ungkokk Norðurlandana í augnablikinu og þetta er bara að eiga hennan titil. Núna erum við að keppa þetta í 30. skipti og við sem tengjum þessu fæi, við veitum öll hverjir hafa unni kokk ársins. Það fer ekkert á milli mála.
Og nú beðið eftir úrslitunum sem eiga að ráðast hvað úr hverju. Eva Björk Benediktsdóttir búið að velja kokk ársins. Já, það gerst bara rétt í þessu, eins og þið heyrið. Hann reyndar komin hingað til mín, Ísak Aron Jóhannsson, fyrirliði íslenska kokkalandsliðsins. Ísak, hvað skilaði þessu? Hvað styrir við? Hvað skilaði þessu? Bara metnaður, fagmennska og smakka matinn. Það er það í grunninn, bara að vinna hreint, smakka matinn, hafa gaman að þessu. Þú er svolítið sérstakar aðstæður hérna í sjálfsafgreiðslulagernum í ICA. Hvernig er að elda í svona umhverfi? Já, þetta eru krefjandi aðstæður, en það þýðir gaman að hafa fólk í kringum að elda og sjá hvað maður er að gera. Og haldandi ICA gefur rosalega mikið fyrir fólk að sjá þetta. Svona gaman að fara að versla billi í hillu og sjá síðan kokka vera elda. Góður auki. Þú ert ekki bara kokkur ársins, heldur þú fyrirliði kokkalandsliðsins. Hvað er framundan hjá þér og landsliðinu? Það er heimsmeistarmótið 2026 og þar ætlum við að gera stóra hluti. Það er gaman að segja frá því að í öðru sæti var Hugi Rafn og þriðja sæti var Viktor Pálsson. Tveir frábærir einsalíka og mikli vinnir mínir og þeir eru með mér í landsliðinu og við ætlum að gera stóra hluti í nóvember í Luxemborg. Það er gífurleg vinna að baki því að taka þátt í svona keppni. Já, það eru strembaræfingar og mikið push á liði og þetta er skemmtilegt samt og við höfum gaman að þessu, þannig að gera þetta aðeins léttara. Ég held að það sé bara komin tími á að sleppa þér svo þú getur farið að fagna sigrinum. Takk fyrir þetta og til hamingju. Takk fyrir þetta, Eva Björk Benediktsdóttir. Farið varlega hana. Sérstök hátíðamessa var í Selfosskirkju í dag á Pálmarssunnudag í tilefni af 70 ára afmæli kirkjunnar. Hænsnabóndi kom færandi hendi í afmælið. Já, það var samkvæmlega hátíðarmessa hér í dag í kirkjunni 70 ára afmæli og sjálfsögðu hátíðarmessa með biskupi Íslands. Takk fyrir. Og þá var rétt að geta þess að kirkjukór kirkjunnar fagnar líka 80 ára afmæli þessa mundir. Kirkjan var vígð á Pálmarssunnudag 25. mars 1956 af Ásmundi Guðmundssyni biskupi en bygging hennar fór fram á árunum 1952 til 1956. Kirkjan var teiknuð af Bjarna Pálssyni sem þá var byggingafulltrúi og síðar skólastjóri Iðnskólans á Selfossi en byggingameistari var Guðmundur Sveinsson. Fyrsti sóknarprestur kirkjunnar var séra Sigurður Pálsson. Biskup Íslands predikaði í hátíðarmessunni. Ef að kirkjan væri manneskja þá væri hún að fara á eftirlaun. En við náttúrulega eldumst með öðrum hætti í kirkjusögulegu samhengi þannig að kirkjan er rétt að byrja. Það er mikið starf í Selfosskirkju og ég er ákaflega stolt af þessari kirkju og prestakallinu hér. Hér er heldur betur líf og hér er heldur betur trúarlíf. Og sóknarprestur kirkjunnar segir afmælisdaginn hafi verið frábæran. Þetta er dásamlegu dagur búin að vera. Alveg bara hjarta fullt af gleði og þakklæti. Þetta er flottur aldur. Kirkjan komin á eftirlaun en hvergi nærri hætt, sko. Guðbjörg segir að þeim fjölgi sem sæki fjölbreytt starf kirkjunnar alla daga vikunar. Já, við höfum séð það og sérstaklega núna í mars þegar við vorum með ekstra krydd í öllum messum og lögðum áherslu á það. Það var alveg ofsalega velmætt. Og hvað haldið þið að Ragnar Hænsnabóndi í Brandshúsum í Flóarhreppi mætti með eggjabakka í messuna og færði biskupi Íslands eggin 12 í bakkanum sem biskup var alsæll með. Og þá að veðri. Suðvestan og vestan 5 til 13 á morgun og dálítil él en styttir upp austanlands. Hiti 0 til 5 stig yfir hádaginn. Snýst í suðaustanátt seint annað kvöld með snjókomu eða slyddu allvíða. Allt veðrið að loknum íþróttafréttum. 2 náðu lágmarkinn á Evrópumótið í sundi í dag þegar Íslandsmótið í 50 metra laug kláraðist í Ásvallalaug í Hafnarfirði. Aðstæður voru sérstaklega krefjandi á Ólafsfirði í dag þegar keppt var í skíðagöngu með frjálsri aðferð á skíðamóti Íslands. Fótboltavertíðin á Íslandi er hafin. Leikið var í meistarakeppni karla í dag. Svo lítum við á Reykjavíkur skákmótin í Hörpu. Sjáum frá meistaradeildin í hestaíþróttum og fleiru í íþróttum hér eftir fréttir. Skulum fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ríkisstjórnin vill draga úr vægi verðtryggingar fyrir árslok. Forsætisráðherra telur ekki skynsamlegt að koma til móts við heimilin með því að lækka virðisaukaskatta á matvöru. Milljónir komu saman í Bandaríkjunum í gær og mótmæltu stjórnvöldum.
Einn þeirra segir molna undan lýðræðinu í landinu. Páskaeggin eru ódýrust í prís og dýrust í krambúðinni. Verðið ræður þó ekki valinu hjá þeim sem Fréttastofa ræddi við páskaeggjakaupin. Sigursveit músíktilrauna, Falin Gjóður, var stofnuð nokkrum vikum fyrir keppnina. Hljómsveitarmeðlimir voru steinhissa yfir úrslitunum. Ég hugsaði bara, nei, nú er það eitthvað rugglast. Þá fer þetta að verða upptalið hjá okkur í kvöld. Við á Fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina öllum okkar miðlum helgina. Við kveðjum með myndum Braga Valgeirssonar af gönguskíðaköppum við Rauðavatn. Verið sæl og njótið kvöldsins.